Þetta er bara þú, Martin. Þjálfarar eru Magdalena Hermansen, Sólveig Lára Guðmundsdóttir
verið velkomin að skjánum. Þá fer leikur Víkings og ÍR senn að hefjast í grill 66 deild kvenna. Þetta ætti að vera svona nokkuð áþekk lið að getu. Það er gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast. Hvernig stemmingin er í okkar stúlkum. Og ÍR-ingar hefja hér leikinn. Það er Karen Tinna Damian í vinstri skiptunni, Matthildur Lilja Jónsdóttir á miðunni, hægra megin Silvía Jóns, vinstra horninu Dagbjört Ýr, hægra horninu er Ásthildur Berta. Já, Silvía Sigríður náði ekki að koma honum niður í hægra horn. Galopin Ásthildur Berta, já, merkjum leiktöf. Óli Viðrekki og Maggi Jóns ekki lengi að setja hreyflan á loft. Já, boltan yfir, glæsilegt Auður. Já, aðeins svo lengi að losa í hornið. Auður skiptir hérna við Hafdísi Shizuku Júru. Hafdís er líka að þjálfa hjá okkur yngri flokkum, stendur sig mjög vel með 7. flokk kvenna. Já, Arna Þyrí með gott stöðuskot en óheppinn. Já, hérna hefði ég viljað sjá Díunu Ágústsdóttir stíga skrefi fyrr, fara í betri hjálpavörn. Við megum ekki missa utanvert. Matthildur Lilja stillir hérna upp í Kairó. Já, frábær. Já, réttur dómur í Ólavíði. Já, hárréttur dómur. Þetta er ansi svona styrpusalegt hjá ÍR stúlkum hérna í upphafi leiks. Já, hérna hefði nú verið hægt að dæma vítakast, satt best að segja. Þetta var frábærlega gert hjá Auði Brynju. Fekk hérna 2 varnarmenn í sig og losaði hárréttan tíma. Já, Ólafi við er búinn að stoppa tíman. Sér greinilega að það er gat á markinu. Þetta er eitthvað sem þarf að vera í lagi. Það er verra að hafa gat á markinu. Ólífir teipar þetta hérna með góða aðstoð frá Hildi Ötter Einarsdóttur. Selfoss mærinni í markinu. Já, Hafdís stillur upp, vill fá breytt hérna. Glæsilega gert hjá Hafdísi Júru. 1-0. Hafdís skipti við Auði.
Árnajóki. Já, vel var ég á Emilíu Dögg. Sleppa driplun og koma með boltan yfir á Auði, Örnu. Vel var ég á Hildi Ötter. Hildur er ljómandi fínn markmaður í þessari deild. Já, ekkert á þetta. Já, Auður. Aðeins og bráð. Maður þarf að takta inn í leikinn. Já, hún er óheppin í horninu. Hún Matti Rós skýtur hérna framjá. Við fengum Matti Rós að láni frá HK, ung og efnileg stelpa. Og bara virkilega ánægilegt. Það eru ungir og efnileg leikmenn. Vilja ganga í okkar raðir og tökum því fagnandi. Já, IS-stelpur eru svona að reyna að finna taktinn hérna í upphafi leiks. Frábærlega unni með línu. Frábær sending hjá Matthildi Lilju inn á Sigrúnu Ásu. En Sigrún Ása brást bógalistinn. Já, þetta er réttu dómur hjá Magnúsi Kára. Magnús Kári Jónsson. Einn allra besti dómari landsins, vil ég meina. Hann er jafnframt mótastjóri HSÍ. Er búinn að vera lengi svona einn fremsti unglingaþjálfari landsins. Þjálfa hjá liðum eins og Fram og Fjölni og HK og fleiri liðum. Já, sleppa þessu dripli. Nú þarfum við að fá skot. Nú var ég bara til í að fá juggafæslu eða klippingu fyrir Ídu og upp á þetta. Já, og Ída skjóttu. Já, þetta er hárrétt hjá Magnúsi Kára. Já, Dagbjört Ýr óheppin, skýtur hérna stöngu fremjá. Frábær línusending hjá Örnu Þyri inn á Guðrúnu Jenný. Dæmd lína. Þetta er ekkert annað en ruðningur og Matti Rós einn. Klára þetta stelpa. Já, Matti hikaði aðeins þarna. Sá hann var að koma á blindur hliðina. Já, flott og fá hann aftur Ída. Já, þetta er hárréttur dómur. Var hérna búinn að taka 4 skref. Frábær finta hjá Karin Tinnu. Hoppaði hérna upp, lent á báðum. Sprengti til hægri. Það var hægt að nota þessa fintu í kennslumyndband fyrir 7. og 5. flokk. Ég veit að eiginmaður hennar Arnar Freyr Guðmundsson, yfirþjálfari IR, yngri flokka IR, hann er að kenna þetta í Breiðholtinu.
Glæsilegt mark hjá Hafdísi Shizuku með sitt annað mark. Já, nýjar stelpur svara hæl. Já, svona miðað við fyrstu 9 mínútur, þá er þetta nú bara mjög áþekklið í getu. Já, heppnistimpill yfir þessu hjá Ídu Bjarklind. Frábært mark. Stórkostleg markværsla hjá Emilíu Dögg. Já. Díana með frábært mark. Skýtur hérna á hausinn á Hildi Öder, Hildur brjáluð. Vill meina að hún sé að skjóta mjög ósátt. Hefur alveg eitthvað til síns máls. Ég nú vissum að Díana var nú ekki að reyna þetta. Það er engin að reyna að skjóta í hausinn á markmönnum. Það er svona allan að mjög lágt hlutfall. Já. Sigrún Ása er bara gæða línumæður í þessari deild. Erfitt að eiga við hana. Snýr vel og býr sér til góða stöður. Já, 4-3 eftir 10 mínútur. Þetta er stál í stál. Já, Júki með klippingu. Frábær gafnbreyting hjá Örnu Þyri. Skýtur á hausinn á Hildur brjáluð aftur eða hvað, ég veit það ekki. Og Emilía Dögg með geggjaða markværslu. Sigfús Páll Sigfússon er mitt aðstoðarþjálfari í ÍR. Þjálfaði okkar liði hérna í fyrra og gerði mjög góða hluti. Vinnusamur og einbeittur þjálfari. Mjög metnaðarfullur. Já. Frábær vörn hjá Guðrúnu Jenný. Hún er fílhraust. Þessi stelpa alin upp í Fram. Spila með Fjölni líka og Haukum. Já. Og vilja fá boltan yfir. Tveggja mynda brottvísun á Silvíu Jóns. Einhver myndi segja að þetta væri litlar sakir. Ég veit það ekki. Það kost nú já. Já. Arna Þyri skorar
úr vítinu. 6-4. Ljómandi fín byrjun. En þá 40 sekundur í að IR verði með fullskipa lið. Það er ákveðið að spila bara 5 og 6. Taka ekki markmann út af. Já. Hann skorar. Dagbjörn Ýr. Gott mark. Já. Nei, Díana hætti við að fara inn úr horninu hérna. Nú þarf Auður að stimpla sig inn. Hún getur svo sannlega skotið á markið þessi stelpa. Við þurfum að búa til góða flugbraut fyrir hana. Já, þetta er vítakast. Árétti dómur. Guðrún Ræhatt sem var hjá okkur í fyrra. Varðist inn að Tex. Arnarþyri skorar. Já. Frábær vörn. Nú þarf að færa. Frábær samvinna hjá Karen og Sigrún Ásu. En dæmt lína. Já, þetta er hárrétt hjá Magnúsi Kára. Það er engin betri í bendíkonum en Magnús Kári. Ég veit að hann er búinn að mastera þetta mjög og þetta er eiginlega bara eitt af hans áhugamálum. Það er hann á dómarabendingar. Magnús Kári ákaflega skemmtilegur maður og fróður handbolta á allan hátt. Hörku skot hjá Hafdísi Júra. Já, Auður átti bara að láta vaða. 7-5, 16 mínútur búnar. Hendi fyrir væntanlega að koma upp núna. Gerir ráð fyrir. Já, einn vinstri. Innan með línu. Já, þetta var erfitt. Guðrún Jenny var að sína hendi mjög vel inn á línu. Ég vilja sjá Arnarþyri droppa honum þangað. Já, Jón Brynjar segir Rakel Seimarsdóttur að fara að hitta. Magnús Kári vissi sín sök. Já, alla leið í þetta. Hárréttur dómur. Varðist inn að Tex. Ída Bjarklind fiskaði þarna víti. Arnarþyri fyrir punktinn, búinn að vera mjög örugg. Og heldur uppteknum hætti. 8-5. Virkilega flott byrjun úr að halda áfram að sömu braut. Já.
Sjáið Sigrúnu Ásu eins og ég sagði áðan, ótrúlega góð að taka sér stöður. Kláraði vel. Þetta stelpa sem getur klárlega nýst ýmsum liðum eitthvað í ólíksdeildinni. Ég algjörlega sannfærður það. Já, Hafdís með mikið pláss. Arna óöppum skoti, ég held að Matti Rós hafi verið lausinn á línu. Allt í góðu, standavörðina, ekki missa utanvert stelpur. Þetta verður Díana Ágústsdóttir að taka skrefið og reyna að fiska ruðninginn. Og ef að Karin losar í horn, þá bara láta hornamanni fara inn. Algjört eitur að missa milli 1 og 2. Við viljum ekki sjá það. Já, losa Hafdís. Hafdís var búin að vinna hálfan mann þarna í sig. Hefði viljað sjá hún að losa aðeins fyrr og Auður upp í loftið. Já. Leikmaður númer 21, Anna María Aðalsteinsdóttir var búin að stytta sér leið þarna. Magnús glöggur að sjá það. Frábært marki Auði Brynju. Þetta hennar leikur að fara upp í loftið og láta vaða á þetta. 10-7. Díana óöppin. Solveig Lára Kjærnesteð mundar hérna leikhlés spjaldið. Skil hana vel að taka leikhlé. Aðeins að reagera, endurstilla. Já, leikurinn fyrir hérna stað aftur. 10-7. 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Þetta er í góðu jafnvægi hjá okkur. Já, enn og aftur. Við þurfum að forvinna Sigrúnu Ásu á línunni miklu betur. Já, boltana strax yfir aftur. Já.
Rakel Sigmarsdóttir komin inn á línuna. Já, við Brynja algjörlega sammála Magga, það var ekkert á þetta. Já, vel losað hjá Karinni hérna niður í horn. Já, Ólafið bara, það bara gott samræmi í dómgæslunni. Það verið að dæma eins báðum megin. Emilia tók ekki langt frá því að verja þetta 10-9. Já, Ólafið sussar hérna á Sólveig Láru og varamannabekk ÍR. Ester Inga komin inn á. Hún ansi góð og lungin að finna glöfur þessi stelpa. Óheppin handa. Já. Hann keyrir upp, já, frábær hugsun í Örnu Þyrí. Og bara ekkert að þessu að taka hennan möguleika. Bara óheppin. Já, hún átti nú bara aldrei að fá þetta hornafæri. Já. Já, ég held að það sé bara rétt hjá Magnúsi Kára. Rakel missir hérna milli 2 og 3. Já, það er spurning hvað ég gerir núna í yfirtölunni. Hvernig nýta sér hana. Já, keyra upp og svo, já, vel gert, kláraði stelpa. Glæsilegt. Elisabeth Ósk Ingvarsdóttir kláraði þarna að miklu harfylgi. Mikilvægt að fá þetta mark. Sér í lagi, við erum einu færri. Ótrúlega dýrmætt. Já, hárrétti dómur. Já, nei, róa bara, róa. Við erum einu færri. Já. Það er alveg rægt að. Já. Jón Brynja tekur markmann út af. Spila 6 og 6. Og Ester með mikið pláss. Og hann næstíð búinn að spóla sig í gegn. Já. Nú var bara Auður að fara í loftið, bara sem dúr núna, 97. Já, það var erfitt. Og Theodóra Brynja Sveinsdóttir var snögg að kveikja og stela metrum. Skoraði örugglega hérna
11-10. Já, Jón Brynjar og Kara taka leikli. Rúma 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Það væri nú ekki leiðilt að fara inn með 3 marka forskot eða svo inn í hálfleik. Þannig að Jón Brynjar með stutt og nýttmiðu skilaboð, skýr og skorinárt. Já, Kid gamli Kuti í græjunum. Það sé langt síðan maður heyrt þetta lag. Já, þetta er 2 mínútur. Anna María veit upp á sig sökina, snöggar hlaup út af. Fór hérna bara í andlit, engin ásetningur. Já, við erum einum fleiri og hvað gerum við núna? Og þá vil svo boltan tilbaka og já, vel spilað. Ída Bjarklind með frábæra sendingu hérna nýr á Elisabethunni í horn í yfirtölunni. En Hildur Ötter Einarsdóttir það snýst allt staðsendingar í markinu og Hildur er mjög góð að taka sér stöður og lesa leikinn, lesa hvað skotin koma. Já. Theodóra Brynja bregst þarna bóðalistinn. Við þurfum að nýta þessa yfirtölu vel og já, losa. Hefði Ída losað Örnu Þyri þá höfðu Arna Þyri mögulega geta farið með milli 1 og 2. Já, Ester þetta er sniðut, einu fleiri, mikið pláss. Hún er góð að finna smugur. Já, Íður Brynja á bara ekkert að vera eitthvað spá mikið í línunni en að leikur er aðalega að bomba á markið. En að gera að reyna og hugsunin góð. Já, frábælega spilað. Guðrún Jenny. Ég sé að pappina er í stúkunni, það er mikill toppmaður. Ótrúlega drjúgur í sjálfboðastörfum fyrir fram. Í mörg ár. Alltaf mættur hérna að dæma á yngri flokkamótum með bros og vör. Já, ekki dáta. Já, nú vil ég fá bara gott mark. Já, Ída Bjarklind óöppin. Já, eins og ég talaði um áðan, var það frábært að fara með 3 marka fórskot inn í hálfleik. Stefania Ósk Engibertsdóttir komin inn á línu. Já, hún kemur í góða blokkeringu milli á ásinn. Þetta er gamalt triks, láta hotni leysinn. Línumanninn leggjast á. Já. Frábært mark á Ídu.
Hildur var nú með hendina í boltanum. 13-11, 30 sekúndur eftir. Já, nú þurfum við að passa, já það spilir þetta væntanlega aftur. Nú þarf Arna Þyri svolítið að hjálpa með forvinna línuna. Nei, þá fyrir Karin Tinna. Skora gott mark. Þetta er dýrt. Já, spilaðu. Já, 13-12 hérna í hálfleik. Þetta er í játnum. Víkistelpunar aðeins betri. Það er gaman að sjá hvernig þetta þróast í seinni. Við tökum okkur örlítið hlé og komum á vörmuspori.
Jæja, þá seinni hálfleikur hafinn og staðan sem fyrr segir 13-12. Nú þurfum við að halda sjó. Já. Hafdís ópum skotið. Já. Það ná í hotni hérna og svo kemur vantilega, nei, ekki klipping. Já, þetta vel spilað hjá þeim. Nú þurfum við að keyra hratt upp, senda á næstu. Já, og skjóttu. Já, uppinn. Það ánægði með stelpunnar að keyra hratt upp, skilja eina eftir. Góð yfirtala, mikið pláss. Já. Guðrún Maríam Ræhat skorar og jafnar þetta leikinn 13-13. Kemur ekkert óvart ef að þetta myndi vera svona frekar jafnt, tiltölulega jafnt allan seinni hálfleikinn. Já. Elín leysir inn. Og Hafdís inn. Emilía. Já. Íta. Já, og stelpur komnar yfir. Ásthildur Berta grípur hérna vel og klárar vel. Frábærlega spila Arna Þyrí. Guðrún Jenny náðu góðu sambandi hérna. Alltaf gaman að sjá þessar gömlu góðu no-look sendingar. Já, Silvía Jóns með gott mark, þetta á Emilía Dögg að verja. Ég segi það fullu fötum. Já, Ída skjóttu bara. Nei. Ég nú bara dæmt fríkast þarna, Ólafur Víðir. Já. Keyrið á þær stelpur og spila. Já. Auður Brynja skýtur hérna í nærhorni sitt sem hún svolítið hrifin af. Óöppin. Já, hárrétt. Góð dómgæsla. Já, allavega með við spilamennsku beggja liði hérna í kvöld þá verður erfitt fyrir liðin að fara upp. Jólís. Þannig bara alveg verður hreinskilin með það. Men sjáum hvað setur. Já, Stefania Ósk, Engilbertsdóttir. Ég eru með tvær hrikalega öflugar hérna á línunni.
taka mikið til sín og góðar að blokka og rykkja. Nú megum við ekki missa hausinn. Jón Brynjar ræður ráðum sínum með Halldóri Harra. Halldór Harri yfirþjálfari Englaflokka, ekki aðstoðarþjálfari, hann situr hérna upp í stúku. Er aðstoðarþjálfari en ekki á bekknum. Já. Virkilega vel varið af Emilíu Dögg. Megum ekki láta IR-stelpur fara hérna 3 mörkum yfir. Gæti allt farið í skrúuna. Vel varið af Emilíu Dögg og keyrir núna hratt upp á stelpur. Já, Guðrún Jenny hefur orðið fyrir einhverju meiðslum hérna. Biður skiptingu, ég held sé bara skynsalegt. Hver höfu meiðsl, það má aldrei taka einhvern sjens á því. Aldrei á vallega farið. Já, fínt að fá Hafdísi núna aftur inn á. Hildur Ötter og hérna frábær finta hjá Karen Tinnu. Eins og ég talaði í fyrri hálfleik, þetta geggju finta hjá henni, lenda báðum og sprengir leiftur snöggt til hægri. Nú vantar okkur eitthvað öðruvísi í sókninni. Okkur vantar einhverja nýja hreyfingu, einhverja nýjar opnanir. Já, og boltan yfir. Glæsilegt mark hjá Hafdísi. Virkilega flott mark hjá henni. Fimmtán 17. Vonandi að þetta mark Hafdísar kveiki smá neista í okkar stelpum aftur. Já, Ída skiptir hérna við Hafdísi. Já. Já, rétt. Var ég til að fá gott mark frá Auði Brynju, aðeins að gefa henni byr undir báða vængi. Spurning hvort að Magnús Kári strax í 2 mínútna brottvísun. Já. Og það nýta yfirtöluna mjög vel. Matthildur Lilja. Það ennþá 1,5 mínúta í að við verðum með
Fullskipa lið, já, ok. Tökum Emilíu Dögg út af. Hvernig væri að fara bara í 1 vinstri eða eitthvað og vinna með línu? Hvað einfalt. Einfalt og gott. Já, þetta er líka í góðu lagi. Ída Bjarklind með frábært mark. 16-18 og þurfa að standa vörðina. Já, þetta er rétt hjá Ólafi Víði. Megu ekki missa milli 1 og 2 eða fyrir miðju. Hleypa hotnanum inn, þétta inn á miðju. 5-6. Fá góða fótavinnu. Passa línusendingar. Eða línusendingu. Já, bara að gera hleypin inn. Já. Já. Samskona skot var Hildur Hötter hjá IR alveg brjáluð að fá á sig. 8 andliti fyrir áleik. Já. Áfram. Já, Matti Rós kemur inn á jafnt í liðum. Já. Dagbjört Ýr kemur IR-stelpum 4 mörkum yfir. Eru þær að sigla þessu hérna. Það eru að sigla okkur allan hérna í fyrstu 12 mínúndar. Ég held að stutt í leikliði Jóni Brynjari, hann er með timeout spjaldið. Hildur Hötter, hún er bara frábær markmaður í þessari deild. Staðsetningar og les skotin vel. Já, og Dagbjört Ýr kemur okkur 5 mörkum, kemur IR 5 mörkum yfir. Og Jóni Brynjari nóg boðið. Tekur hérna leikli. Þetta verður þungur róður hérna. Það sem eftir er. Eins og þetta leit nú mjög vel út í fyrri hálfleik. Þannig að Magnús Kári og Ólafur Víðir ræða hérna við tímavaraborðið. Ef ég þekki Magnús Kára rétt þá er hann örugglega komið 1-5. Stutt í spaugið hjá Magga Kára. Það er stelpur nóg eftir. Nú þurfum við að býta í skjaldarhendur. Þurfum að puða minna fyrir hverju marki. Minna strit, meira vit. Góðmósa stelpur, ég full að trúa okkur. Flottu fyrirháleikur en við erum ekki að finna taktin hérna. Nægur tími að snúa þessu við. Já, og Rakel fer hérna milli 1 og 2. Mér líst vel á það. Ég kallaði eftir þessu í fyrirháleik. 1 vinstri, gamla góða. Já. Við vorum ekki langt frá að fá vítakasti hérna.
Vil sjá okkur reyna þetta bara aftur. Þetta er bara hárrétt hjá Magnúsi Kára. 2 mínútna brottvísun á Matthildi Lilju. Nú var ég til að sjá góða opnun, spila breytt. Jafnvel laumanum inn á Rakel Sigmaðs í horninu, já. Svo kemur klippingin hérna, boltinn yfir. Já, vel spila stelpur. Díana óöppin. Megum ekki fá okkur mark í þessari yfirtölu. Það geti slögt endanlega í okkur. Já. Hendi konu upp hjá dómari leiksins. Karen Tinna með ótrúlegt undirrendarskot. 16-22. Já. Og boltan strax yfir. Já, og Auður á fulli ferð. Sjálfsögðu. Það er spurning ef að Auður Brynja hefði öskrað hans hérna, þá hann kannski fengið vítakastið. Ég veit það ekki. Já, nóga klippingum og stöðufæslum hjá IR-stelpum. Já, þetta er komin upp. Hún er ekki lengi komin upp. Já. Glæsilegt mark hjá Ídu Bjarklind. Vonandi kveikir í dagins í okkar stúlku. 22-17. Seinni hálfleikur hálfnaður. Koma svo stelpur. Missum ekki trúna. Höldum áfram. 1 mark í einu. Já. Stefania Ósk. Við þurfum bara að forvinna línumanninn. Það hefur ekki verið mikið af því hingað til í þessum leik. Já, góð vörn í IR-stelpum. Það er ekki langt frá því að fá 2 mínútna brottvísun. Voru aðeins byrjar að teika, hanga aftan í Auður Brynju. Já, hendi komin upp. Samræmi báðum megin, greinlega. Já, Auður. Já, endur komaði svona ekki alveg í kortónum. Það eru 13 mínútur eftir á þessu leik. Sjáum hvað setur. IR-stelpur með þetta allt í lás. Já. Já, átkast.
Já. Og já, kannski gaman að skjóta inn að meistaraflokkur karla að spila í kórnum á móti HK og yfir í hálfleik 13-12. Bara frábært að heyra að strákarnir séu yfir í hálfleik, vonandi þeir haldi það út. Það einhver meiðsli og forfölli á þeim í kvöld, þannig að það kannski ekki allir sem bjuggust við þessu. Sýnir bara vel hvað býr í liðinu. Já. Já, Stefania Ósk Engilbertsdóttir. Já. 17-24. 11,5 mínútur eftir af leiknum. Já. Algjört skipsbrot hérna í seinni hálfleik. 4 mörk á 19 mínútum er ekki boðlegt. Það verður bara að segjast alveg sér. Það segir það bara hvort sem fólki líka betur eða verð. Já, Berglind Adolfsdóttir gerir sig klára að koma inn á. Karen. Þetta var nú bara, nei. Maggi segir hún sér lent. Hárétt hjá Magga. Já, Karen Tinna. Já, þetta var ekki vítakast í sammála Magga. Hún búinn að brjóta á henni áður en hún fór inn í teig. Frábært undirhandaskot hjá Karen Tinnu. Hún er algjör topp leikmaður í þessari deild, það er klárt. 25-17. Já. Ester komin inn, ég fagna því. Ég veit sem að Ester áttur að setja marksitt á leikinn. Já, vel losa hjá henni og svo
Hildur áfram 25-17, 8,5 mínútur eftir. Kemur Theodóra Brynja aftur inn á í hornið. Já, svona miður hvernig stelpurnar hafa spilað, kannski síðustu 10-15 mínútur, þá kannski tekið tilbaka þessi orða að þær eru ekki að fara að gera sig eitthvað gildandi að fara upp. Það var gert margt mjög vel. Svona í fyrri hálfleik var ekkert sem betti til þess að þetta lið ætti erindi upp í Ólís. En svona já. Vel var í Emily Dögg. Berglind Adolfs kemur inn í vinstra hornið. Matti skiptir. Já. 7 mínútur eftir. Það er gaman að reyna að minnka þetta niður í 5 og reyna eina sem við getum gert er að fara bara í maður og mann eða eitthvað undir lokin síðustu 4-5 mínútur. Já. Já. Magnús Kári. Arna Þyri. Hleypur á næri boltan, fer á punktinn. Nú þurfum við mark frá henni og standa svo vörnina. Já, 18-25. Vonandi að stúlkur taki frekar snögga sókn. Sé að Vaka Líf Kristinsdóttir komin inn á hérna í hægri skyttuna. Já, hárréttur dómur. Keiraði upp stelpur, keiran bolta strax í leik. Já, senda á næstu. Sjáu Guðrúnu inn á línu. Ok, losaðu. Og hornið, yes. Díana, glæsilegt, 19-25. Það er ennþá smá óanaglæta. Við getum allan að kannski náði 1 punkt. Verður maður ekki verið jákvæður, Bjartsýn. Já. Já, búið með skrifin. Ég vil bara fá hendina fljótt upp núna. Já, hendi komin upp. Besta mál. Já. Já, og Maggi. Þetta er bara gott fyrir okkur. Keirum aðeins upp stelpur. Já, losaðu auður. Glæsilegt. 20-25. Spurning hvort þetta sé ekki bara aðeins og seint.
Too little, too late. Sjáum hvað setur. Fá mark núna fljótlega. Það er kannski ágætt ef að svona 2 50-50 dómar myndu falla okkur í hag hérna á næstunni. Svona mölva þetta aðeins upp, hleypa smá. Æsingi í byrjun, nei í lokin. Já. Vel spila hjá IR-stelpum. Völdu hárréttan kost. Létan flæða niður í horn. Nú þurfum við mark. Já. Og Berglind. Já, lína. Maggi ákaflega vel staðsettur. Já, IR-stelpur að klára þetta hérna, sigla þessu höfn. Virkilega góðu seinni álugur af þeim. Og það eiga bara lof skilið fyrir sína framistu hérna í seinni hálfleik. Hindi komin upp. Vaka Líf, hún nú alveg geta fengið vítakast hérna. Voru gömlu góðu skotfeik fintuna og dribbl og í gegn, gerði þetta vel. Já. Það er ekkert sem fellur með okkur, ekki eins og fráköst. Já. Þetta kannski summerar þessi sending hérna sem fór beint út af. Summerar einhverju leyti upp seinni hálfleikinn. Já, Vaka Líf, þetta hún með hreyfingar og kraft þessi stelpa. Það var bara frábær finta hjá henni. Gamla góða Daniel Nasís fintan, semi. Já. Já, þessi sending af Hildi Ödd aðeins og löng. 40 sekundur eftir, 20-28 hornið laust. Já, Hildi Ödd var komin hérna nær hornið. Og yfir. Tuttusek. Algjör vonbrigða frammistaða í seinni hálfleik. Skorum bara 8 mörk. Í seinni hálfleik ekki vænlegt til árangurs. En já, og IR-stúlkur fara hérna með 2 stig í Breiðholtið eftir frábæra frammistöðu í seinni hálfleik. Víkingstelpur þurfa eitthvað aðeins að skoða hana leik á teipi og fara yfir þetta. Það má laga. En við þökkum hérna fyrir okkur í kvöld og stutt í næsta leik og þökkum áhorfið. Takk.